Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í bókaspjall, þar sem að engin önnur en Vigdís Grímsdóttir skáldkona er gestastjórnandi og við svona tökum nokkrar skáldkonur og skáld og rithöfunda tali fyrir jólin og ætlum síðan líka að halda áfram eftir jólin sko, því að eins og Vigdís sagði í fyrsta þættunum þá er mitt væri mjög svona áhugavert að halda áfram umræðunum bækur eftir jólin og til okkur er komin góð kona, skáldkona, það er hún Eva Rún Snorradóttir sem var að gefa út bókina Eldri konur sem er eiginlega bara orðin dálítil metsölubók núna á Íslandi. Það er yfirst hana og hún er í endurprentun, er það ekki? Jú, ég veit. Þetta er falleg bók. Já. Sjá hvað hún er vel hennuð. Þú veist, það er allt einhvern veginn svo fallegt við hana. Hún er svona, hérna er þetta uppleift. Ertu að sýna bókina? Já, og svo líka inni, mér veist þú kápan sko, já, og svo líka það andar svo vel en letrið. Já, og líka sko innri kápan, þú veist, andar letrið þarna, þessi gula þessi hér. Já, þessi gráa með gulu, já. Það skiptir svo miklu máli að bækur séu sko góðar við augun. Það sko svo leiðilegt þegar það eru það ekki, en þessi er mjög góð sko, það er letustarðin og það er spásjöfnar og það andar svo vel textan líka því hún skiptir textanum upp í svona replikur og það er bæði fallegt á síðu og líka í forminu á bókinni. Eldri konur. Að öðru leyti ætlum við ekki að vera með sko svona bókadóm eða svoleiðis í þessu spjalli, en við svona, þetta eru svona athuganir. Já, og jú, við getum kannski sagt eitthvað, það sem manni finnst, það kemur kannski óvart, en það verður ekki svona, já, þessi bók, það er þarna á einni síðu, ekki nógu gott, við erum ekki með það. Nei, við erum ekki kennarastellingur svona og lesa, bara, já, ekki heldur að ég held að sé kannski engin alveg þörf á því að einhver sé að dæma einhver verk, en kannski svolítið þörf á því að ræða verk, eða hvað er það svona sem að þér hefur fundist, þú hefur búin að vera í svolítið mörgum viðtölum og svona, er það eitthvað sem þú ert ekki búin að tala í tengslu við líka bara þig sem höfund, hvernig svona, hvert þú ert að skrifa þessa bók, ert að skrifa hana inn í eitthvert bókmennta samhengi íslenskt eða erlent eða er hún einhvers staðar stödd í þínu höfundaferli? Já, kannski svona aðeins til að koma mér í ganga langaði mig svo að segja, það var svo flott að þú ert með naglalakk í sama stíl, ég þarf að fá mér svona að fá svo merkja flott að sjá sko. Já, það er að gera þegar maður les bókina að vera með svo naglalakk. Kannski láta það fylgja með. Og sérstaklega þá einhvers staðar í bókinni, það held að sé á einu 2 stöðum, en eru neglur til umfjöllunar. Það er fjallað neglur. Akkurat. Persónunnar. Þú ert mjög svona einörð í lestrinum. Þú ert svona, dedikeraður lesandi. Ég er svolítið svona með neglur á heilanum. Ekki eldri konur á heilanum eins og þessi kona, en neglur. Kannski neglur þeirra. Kannski mínar eigin neglur. Já, það er eitthvað mjög heillandi við neglur. En já, ég upplýði bara einhvern veginn að þetta væri svona, ég var kannski svolítið bara svona að halda áfram með þegar ég var að skrifa síðustu bók Óskilamunni, þá fannst mér eins og ég væri að skrifa skáldsögu og hún var reyndar markasett sem skáldsaga, en já, smásögur einhvers staðar á milli, það var svona hún kölluð sagnasvegur. Já, það er notað yfirleitt þegar menn er í einhverjum vandræðum, en það var í rauninni þurfti ekki að vera í vandræðum með þá bók, þetta var þessi það leiddust sögurnar í henni. Akkurat. Þannig að núna var ég bara eftir það þá langaði mig svona að gera, því ég er alltaf mér finnst rosa svona erfitt að skrifa sögu og skrifa persónur, ég hef verið í svona okkur mótþróa við það, þannig að ég fór inn í
þetta verkefni bara að langa til þess að nálgast það einhvern veginn og ég held að sé kannski bara bakgrunnun úr sviðslistum og það náma, það er alltaf einhver multifókus og svona afbygging sem að ég hef verið svo mikið að vinna með og já, svo þannig að ég upplifði hana kannski, ég var ekki meðvitið að skrifa inn í neitt svona samhengi en ég er mjög svona inspireruð af líka svona hinsegin bókmenntum sem að fjalla svona eigið líf og verið svona einhvern veginn að vinna með það en þannig að ég einhvern veginn tek það með mér en þetta er samt skáldsaga, þú veist, mest af því sem ég hef skrifað sem er bara, já, skáldsaga. Finnst þér eins og sko að fyrir að tala skáldsögu þá séu flestir að hugsa frá A til Ö? Þú veist, beinulínuna. Þú ert náttúrulega að brjóta hana. Já. Í þessari bók, er það ekki? Jú, einmitt, en svo... Þú gefa honum svolítið á kjaftinn, ef maður orða svo leys. Söguþræðinu. Já, akkurat. Náttúrulega skáldsögur eru alls konar og hægt að í rauninni, þú veist, ég upplifið formið bara mjög opið og þá kannski einhvern veginn eitthvað svona, ég held ég hafi verið svo svona, mér hafi fundist það svo yfirþyrmandi út af því að, þú veist, sama í rauninni hvort maður er að vinna með, þú veist, eitthvað svona línulegan þráð eða eitthvað, þá er þetta svo, mér finnst þetta virka svo yfirgripsmikið. Þú veist, að halda öllum þráðunum og heiminum einhvern veginn saman. Þegar þú varst farin af stað, mennur við, þegar þú varst komin inn í þennan sagna heim, að þá fannst þér þetta að vera bara svo stór heimur einhvern veginn og margir þræðir eða eitthvað? Meira sko áður en ég byrjaði, svona tilhugsunin svona að skrifa skáldsögu. En þegar ég fór inn í þetta, þá fannst mér bara eitthvað svo gaman að, þú veist, núna hugsa ég svona næstu því að mér langi að gera eldri konur sko 2 því mér fannst svo gaman að skrifa þetta. Já, ég ætlaði mér að spyrja því það er svo margt sem að maður langar að vita meira þegar þeir eru búin að ljúka þessari bóku í Hljómskólagarðinu og fallegu kafli reyndar. Já, mann finnst nú alveg, það er ekki svona einhver kvörtun að hún sé eitthvað endaslepp, það er ekki svoleiðis. Nei. En einhvern veginn að því að það eru svo margar sögur inn í og það einhvern veginn væri mjög gaman að fá framhald sko, eða maður sér það fyrir sér að það væri hægt svona. Já. Það er ekki bara að láta það þá eftir þér að... Kannski kemur bara 2, 3, 4, 5. Akkur ekki. Já, akkur ekki. Og hérna, þetta eru 4 kaflar. Eða hlutar. 3, er það ekki? Já, það er nú það. Nú skulum við bara gá. Er það ekki? Þrungin spenna. Mér fannst að vera 4, sko. Þú, ef það er bara 3, þá vinnur þú. Þeir eru bara 3. Þeir eru bara 3. Þetta er höfundurinn. En það væri voða gaman ef þú myndir lesa þetta hérna. Getur þú gert það? Þetta? Já. Þetta hérna. En hugsaður Vigdís, þú hefur bara eiginlega verið komin með 4. hlutan. Í huga þér eru 4 hlutan. Já, það er sennilega, já, og vegna þess að mér vantaði að vita. Það kemur önnur bók. Ok. Já, það gerist bara hér. Það er greinilega margt sem gerist í þessum spjöllum. Nú er bara komin einhver lína fyrir líf mitt næsta árin. Já. Ég hef setið í leigubíl á leiðinni niður í bæ og beðið vinkonu mínar að panta leigubíl. Andlit þeirra ekki í fókus. Þú ert í leigubíl. Ég hef brotist inn á heimili sem ég hafði flutt út úr helgina áður, gert lögregluna ringlaða. Ég hef tapað því hvað ég heiti, hvaðan ég kem og hvenær ég er fædd. Ég hef komist á þann óhugnalega stað að vera ekki viss að ég sé fædd. Flottu kafli. Og þetta er náttúrulega dálítið mikið þessi persóna, þessi sögukona. En hún er fædd. Hún er fædd. Já. Já, mér fannst eitthvað svona spennandi við að hafa þessa litlu, það eru svona 2 tegundir eiginlega af milliköflum í bókinni og einn er svona bara svona bræðaljósi á persónuna og þetta ferðalag sem við erum að fylgja henni í gegnum
án þess að það sé tengt inn í einhverja frásagnir. Já. Er það skáletraða? Nei, það er það sem er ekki skáletrað. Svo skáletrað, það er svona lína eða svona þráður sem að, já, er í rauninni byggð upp svona sem bara alveg saga. Mér finnst þetta erfitt að lesa svona bækur ef maður ætlar að eins og fjalla þær sem er óvenjulegt, maður er nú ekki dvanur því sko, einhvern veginn að þá þyrfti maður helst að lesa þær alveg tvisvar sko, fyrst bara eins og lesa þær þá er maður ekki að pæli í af hverju þetta skáletrað og hvað er í þessu skáletrað og hvað er það þarna í upphafi kaflans en svo þyrfti maður að það bara einhvern veginn hefur áhrif á mann og svo þyrfti maður að lesa hana aftur dálítið svona, já þetta eru svona 3 hlutar, ekki 4 og það er, hér er skáletrað eða svona leys. Já, og kafa honni og svona. En þegar þú ert að skrifa, ert þú svona skrifaðir hana þú veist, mjög svona meðvitið formið eða var það formið til þér fannst það svo yfirþyrmandi í byrjun settur þér alveg svona niður einhverja formgerð til þess að byrja eða byrjaður bara? Ég bara byrja og alveg fyrsta árið eitthvað svo leiðis, þá er ég alveg bara, ég veit ekkert hvað þetta er þannig að mér finnst mjög gott að bara að byrja bara að skrifa en svo einhvern veginn gerist það kaflani hjá mér verða alltaf svo stuttir, mér finnst svo erfitt að síðan halda áfram með svona einhvern veginn þannig að svona mjög fljótlega kom að skiptis upp eftir konum en svo svo bara einhvern veginn kom þetta bara í vinnuferlinu ég hef aldrei svona ákveðin eitt á blaði. Þannig að þú skrifar kannski ekkert endilega Rannveigu fyrst? Nei, svo raða ég eftir á. Já, akkurat. Eins og kaflinn þegar hún er á barnaheimilinu? Já, einmitt. Og hann í rauninni kemur hann manni skemmtilega óvart. Já, auðvitað. Hugsaður einhvern tímann að hafa hann fyrr eða á öðrum stað? Já, ég var alveg rosa höfuverkur að raða þessu og ég gerði alveg margar tilraunir með það og ég byrjaði líka að prófaði að byrja í samtímanum að byrja fullorðinn og það er eiginlega svona mesta vinnan alltaf hjá mér bara að raða og bara hvernig er svona takturinn líka einhvern veginn í svona harminum, hvað þarf að En eigum að segja kannski hlustendum og áhorfendum sem ekki hafa lesið bókina án þess að einhvern veginn eyðileggja lestra reynsluna getur þú einhvern hátt svona sagt hvað bókin er eða þannig er það úrreld spurning svona hvað er bókin eða Nei, hún er fædd bókin er fædd og nú segðu okkur hvað hún er Já, hún er þetta er eins konar uppvaxtarsaga ungra konu sem er sögð í gegnum samskipti hennar við eldri konur því að hún er með þráhyggju fyrir eldri konum og bókin er skipt upp í kafla sem hver og einn ber heiti konu og ártal og þannig svona þræðu við í gegnum líf hennar og svo koma millikaflar inn á milli og svona undir sagan sem er líka, bara allt í lagi að segja, er svona að við fylgjumst með tengslum hennar við konuna sem að svona gekk henni í móðustað. Já, sem er líka með einhvers konar fíknivanda. Og þetta er svona sársauka full reynsla, þessi tenging sögupersonunar við þessar konur og sérstaklega við þess fóstru sína eða konan sem ól hana upp og svo er mamman er ekkit hún er ekkit sérstaklega í frásögninni Nei, sko einhvern veginn er það þannig að hún kallar auðvitað á mann sem lesanda, mamman eins og hún hlýtur að gera og þegar hún kallar á barnin sem er yfirgefið eða farið frá og hún er hjá Hildi móðursystur sinni sem er dálítið skröðleg og
og mamman, að kemur reyndar fram í bókinu, mamman hafi verið verri en Hildur og maður veit ekkert það, en maður þráir þessa konu. Maður á það sameiginlegt með sögupersonu held ég, að maður þráir að vita eitthvað þessa konu. Hver er þessi mamman? Hver er mamman? Hvar er hún? Fór hún? Dó hún? Datt hún? Og í sjó? Já. Og þú leikurinn bara að því að láta okkur ekki fá þessar upplýsingar. Já, einmitt. Er það meðvitað þannig að við upplifum þessa vöntun eða þessa þrá svona? Já, akkurat. Það er mjög meðvitað að einmitt bara eins og veitir svona orða, gott að heyra svona að þetta svo stórt gap að það verður svona, hún verður einhvern veginn svona yfir og allt kring og ég vildi alls ekki segja neitt sko, það var líka mikilvægt fyrir mig, ég er ekki búin að ákveða neitt svona á einhverju blaði, hvað varð hana ég veit það ekki heldur, ég veit ekki hvort hún er bara á einhverjum bar eða hvort hún lést eða bara hvar hún er sko, mér finnst það svona mikilvægt að hafa það bara, þú veist, þetta bara gerist í lífinu að fólk bara finnur sig í alls konar stöðum. Það er bara svona eins og tákmynd fyrir fjarverandi móður einhvern veginn. Já. Það getur bara verið á hvers konar fjarvera sem það er. En hún heldur þessu svartóli sem þú lætur lesandan fá þegar hann les bókina þína við fjarvera þessari konu. Já. Og það er svo flott. Er það ekki? Finnst þið það ekki átni? Jú, mér finnst það rosalega flott. Og svona þessi tómleiki sem en það nú erum við farin að dæma. Já, við dæma, alls ekki segja. Nei, það eru svona þessi lestrar, má ekki segja það, lestrar áhrif, sko. Það er að segja, hvað er það sem maður svona upplifir, að því að þú talar þráhyggju og talar svona, einmitt, skellir fram svona einhverjum greiningum og það eru ýmsar greiningar og flokkar, svona BDSM og ástarfíkn og svona sem að þú skellir bara fram þú sem þetta sögumadur sem sögumadur, já, þá erum við konar því, hvað getur sögumadur sagt þessa sögu, öðruvísin að þekka eitthvað til, er þetta ekki kurteislega spurt? Já, einmitt sko, já, það hefði þú veist, það hefði ábyggilega alveg verið hægt en mér finnst alltaf einhvern veginn spennandi að vinna að einhver leiti með mína reynslu og ég einmitt, mér finnst þetta mjög spennandi viðfangsefni svona þráhyggja fyrir fólki og ég hef verið með það en ekki á sko neinu kaliberi sem er í þessari bók þannig að mér finnst alltaf spennandi að einhvern veginn að þú veist að vinna með einhverjar tilfinningar og bara setja þær í allt annað samhengi og prófa að þú veist eins og bara setja svona tilfinningar í einhverju svona ræktunarkrukku og bara sjá bara svona hvað gerist og en svo las ég mig líka mjög mikið til svona þú veist og ég noti þetta bara þú veist alveg eins og allar svona greiningar finnst mér bara mikilvægt að þú veist, við notum þetta bara til þess að orða, til þess að geta talað það sem er, bara til þess að nálgast og það fá rými, en svo þú veist, eru greiningar ekkert heilagar og einhver annar myndi koma inn að ég er búin að lesa mig til og þetta heitir ekki ástarfíkn eða þráhyggja og myndi ég bara hlusta á það, en bara til þess að geta einhvern veginn fangað þetta og þetta er bara, þetta er svo mikil svona sérkennileiki og annarleiki og bara mjög mikið af fólki sem er með þetta en er kannski ekki endilega að tala það að sé með ekki frekar en hún gerir sko. Nei, ég veit sko. Nei, þetta birtist líka oft sko í eins og ég samkvæmt því sem ég hef verið að lesa mig til og kynna mér og ég tengi líka við það, þú veist, oft í svona einhverjum svona, þú veist, þetta eru fantasíur að jafnvel bara, þú veist að þetta er ofta ekki einmitt kynferðislegt, heldur svona fantasía að einhver sé að hugsa þig og bara á svona rosa hversdagslegt dæmi einhver sé að þú veist, þú í framan með þvottapoka eða eitthvað þetta er svo
eitthvað svo fallegt og skrítið einhvern veginn. Þú orðar nefnilega svo vel í bókinni sem ég ætla að punta hjá mér nákvæmlega hvar var og man ekki, en það var einhvern veginn þannig að sem sagt þessi ástar og kynlífsrá eða hvað hún heitir nei, ástar og kynlífsfíkn er það ekki? Jú. Heitir hún alltaf ástar og kynlífs eða? Nei, ekki alltaf sko, en hún ástarfíkn en af ástarþrá ég brenn, en má hún ekki líka bara heita það líka? Jú, en ég ætla að segja sko, þú talar þetta fantasmi að einhver annar, þú gerir þér ákveðna óra að einhver annar gera sér óra þig og það mynda svona pínlítið svona alveg brakar í haustmámanni þegar þú segir þetta og maður les þá svolítið fast mér frásögnu öðruvísi svona allt í svona einhvern veginn kross og það skýrir alveg þessar svona greiningar hjálpa manni alveg þannig en samt sem áður það svolítið merkilegt þessar allara greiningar sem eru góðar það skýra samt aldrei alveg þetta sem þú talar þetta svarthól það samt mysterían þarna hún endur staðar sko. En eins og með þráhyggjuna sko í bókinni þá má sko svo lítið hún þarf svo lítið til sögumæðurinn sko einhver kona sem hún búin að koma auga á og maður gerir á fyrir að hún verði hrifin af eða eitthvað að hún gerir kannski svona eða réttir henni glas sko og veip og það hlýtur að hafa einhverja djúpstæða merkingu aðra en bara glas og veip og þá verður hún bara þegar hún 16 ára fyrir sárum vonbrigðum þegar þessi Ramböð í fyrsta kaplanum sem alveg mjög góður inngangur í þessari bóku, góður kapli að hún svarar ekki og hún leggur á sig aukavaktir, hún gerir allt til að vera nálægt þessari konu og hún sér hreyfi glasið og veipið en ekki að meina það við bara heyra hvernig var að sofa hjá kærastanum sem fór að vera með til að því allir voru segin eða, er það ekki? Jú. En það þetta sko sem að og svo heldur þetta áfram og þetta eykst og þetta miklast og verður sterkar og þetta eyðilegur út frá sér þarna á sjálfsbjargarheimilinu þá þetta svona maður skilur það, ég held að allir sem hafa unnið á elli heimili eða eitthvað viti af þessum veruleika sem það eru en það honum vel lýst viltu lesa aðeins þarna upp úr hérna í mannungi manstu hvaða blaðsíða var Árni? Nei, var það 81? Nei 17 getur að verið það er fyrsta það er til þess að sko þetta er auðvitað mjög alvarlegt efni en það sem gerir það maður sko heitlast að því er að það líka svo fyndið það svo fyndið að vera furðulegur og astnalegur og það fyndið að leggja alltaf meiri merkingu í alla hluti heldur en það gerir svo, hún gerir það svo vel og ég held þetta sé pissu já, einmitt það svona, þetta kemur svona og maður fær smá frið lítill kapli hérna á blaðsíðu 17 okay. Á sjálfsbjargarheimilinu fannst mér ég vera klár og í fyrsta sinn tengd við umhverfi mitt. Ein eldri starfskvennana spurði af hverju væri svona mikil pissufíla á ganginum. Ég tók eftir því að hún setti soðtækið eins konar uppþvottavél fyrir bekken af stað án þess að ýta fyrst á sturta niðurtakkan þannig að hún sauð beinlínis piss í skólherberginu. Því kom óumflýjanlega pissulykt. Ég fór oft yfir þessa uppgötun í huganum, ímyndaði mér að ég héldi þetta litla ræðu í einu rapportinu, leiddi svo hópinn inn á skól, sýndi fram á þetta eins og ég væri að sýna töfrabröð við fögnuð samstarfskvenna. Ég var þó of uppgerða lítil til að hafa orð á þessu. Einbeitti mér að því að hlusta á þær og læra. Pissufílan ríkti. Já, en þetta svo lifandi. Vannst þú einhvern tímann Oddný á svona... Já, ég var nú 11 grund og það var svona mjög mikil
inspirasjón verið að segja að vinna þar og pissulyktin og eiginlega hefur verið mér mjög mikil hún ríkti en hún hefur líka verið mér mjög mikil inspirasjón einhvern veginn, ekki bara á grund heldur sko bara í strætisvögnum og í lífinu, það er einhvern veginn, hún er svo óþægileg, einhvern veginn hún er svo afhjúpandi fyrir einhvern sár, þegar mannskepnan einhvern veginn ræður ekki við sig en það er kannski óþarf að sjóða hana niður en það er svona sem léttleiki kemur inn í sko. Það er svo skemmtilegt og en sjáu þið, nú erum við öllum aldri ég er 71 þú ert 42 og þú ert ég er að vera 52 já, við allar unnið ég var á Hrafnistu, þú á Grund og þú á Sjálfsbjargarheimilinu og það fyrsti kaflinn, hann er ég held að þetta sé ennþá svona ég get alveg trúa því sko svona ákveðnir hlutir sko. Já, einmitt það er ekki mikil þróun í sem sagt afgreiðslu úrgangs eða þannig Nei, það er bara svo margt þarna sem er svo kunnulegt og ég hugsa, hvað getur þú þekkt þetta? Það var ég að hugsa þegar ég var að lesa þetta ég meina, sko, þetta er löngu þetta er svo mörgum áratugum seinna En er þetta ekki líka en er þetta ekki líka þessi endimörk svolítið þess vegna er það áhugavert í þessari bók að því hún heitir sko eldri konur Já og þessi ást sögupersonar á eldri konum sko þá er þetta kannski einmitt alveg ystu mörkin þegar eldri konur eru mjög baðaðar pissulykt sko til dæmis þá þarf að koma mikil svona ástarfík til að þú veist, ástarþrá til að vega upp á móti, er ekki? Já, einmitt, kannski í bók númer 2 þá er hún bara með þráki fyrir einhverju á elliheimili, það var svolítið spennandi en ég fannst mjög spennandi sko að því að ég vann hann á Sjálfsbjargarheimilinu og það hafði alveg ótrúlega svona mótandi áhrif á mig mér finnst eiginlega bara að þú veist, mín svona fullorðinsár hafi bara byrjað þar það var rosa, þetta kemur svona frekar svona sérkennilega út í þessar sögu en það var mjög svona góð upplifun að mjög mörgu leiti þú veist þetta ár náttúrulega 1999 það var allt ruglað einhvern veginn hvernig að vera úlingur og byrja að drekka það var bara markalaust einhvern veginn allt samfélagi var markalaust en mér er svo merkilegt já hvað maður þetta er svona reynslæmi mitt sem að ótrúlega margar konur eiga maður sér þetta einhvern veginn aldrei í bókum þannig að mér langar líka að skrifa það svona bara alla ævi aðhlynningu þú veist bara mér að þetta er svo mikið efni og ég las sem mitt upp úr fyrsta kaflanum það er svona sena við svona það sem lík kemur úr sögu og las upp úr því í útgáfuhófinu og það komu sko 3 eða 4 konur til mín eftir á og voru bara ég hef upplifað þessa senu þú veist það bara þetta er svo sena sem er svo hræðileg þetta hefur mikil áhrif og hún verður fyrir miklum áhrifum hún er náttúrulega líka hús við nándina sko já, hún er náttúrulega í vegu í því en sama sko hún gerir auðvitað þetta er 16 ára stelpa sem er að tróða í opa á líki og þetta er rosa reynsla og gleymir henni aldrei einmitt En má ég aðeins spyrja bara alveg út úr saming bara neðamálskrein við spjallið akkur var 1999 eitthvað, var það eitthvað þekkt ár eða er það í þínu lífi eða sög eða það er í mínu lífi en svo er þetta líka ég er svona þú veist það er svona margt eins og hana Woodstock 99 sem er svona þannig ég hugsa alltaf 1999 sem svona ég veit ekki alveg hvað það var við þetta ár þú veist það var einhvern veginn rosalega mikið svona þetta var svona rosalega mikið svona klám einhvern veginn, þú veist, svona í gangi allstaðar í samfélaginu og ekki samt komin svona mjög langt í, þú veist, Me Too og það var bara eitthvað við samfélagið þannig sem að var ótrúlega svona það var rosa brenglað að vera 17, 18 á þessum árum svona 99, 2000 já, þannig að þetta er líka svona æsingur eins og það er að koma ný öld já það er ljúka rosa stórum hluta af lífi svo margra og kannski kemur hún ekki átti ekki verið heimsendir 2000 samkvæmt einhverjum já. Og það var rosa mikið bara djammað
endalaust, þú veist, það gerist þannig þessum tíma að hennar staðinni voru hættir að, þú veist, sem við tökum bara svona reikvíst samhengi, byrjaði að vera opnur miklu lengur og það var bara eitthvað svona, já, það var ábyggilega tengt þessum heimsenda pælingum. Það var eitthvað svona algjör sjálfseyðingar kraftur og sjálfseyðingar þörf í öllum, allavega í kringum mig. En að því þú ert með ártöl þarna sko, er það ekki, þú ert með ártöl og sumum og ég hugsaði mér, ef ég lesa hana aftur og þá mun ég svona aðtúa þessi ártöl því ég var ekkert að pæla í þessum, eða þau talaði ekki til minni þessi ártöl einhvern veginn. Já, en svo upp á bygginguna sko, það er þetta allt skemmtileg og líka upp á, fannst mér sko, upp á millikaflana og það, og svo þegar hún snýr á lesandan og kemur með 89, það er ekki beinum fram Já. Það var svolítið til þess og líka bara svona til þess að fylgja hérna, til þess að þau ekki að segja í upphafi kaflans, hér er hún orðin þú veist, það kemur fram hvað hún er gömul í fyrsta kafla svo var þetta svona aðalega bara til þess að sýna svona hvað hefur líka langt liðið því að stundum líða alveg 4 ára milli kafla eða 3 og svona þannig að Mér var einhvern veginn alveg saman hvað var, eða sko ég er að segja bara sem lesanda sko. Já, þá er það líka. Að því mér fannst það bara samt skila sér í sko, bara mér fannst einhvern veginn skila sér í textanum sko, að hafði eitthvað, að þú væri að fara dálítið fram svona, það væri ekki línulegt og væri fram, en auðvitað er alltaf gott að hafa svona, þetta er hjálplegt, eins og kaflaskipti eru bara auðvitað hjálpleg fyrir lesanda svona, og svo eru svo heilarnir svo mismunandi sko, sumum finnst svo þægilegt að einhvern veginn hafa ártal, það er ýmislegt annað sem eins og þú varst að tala að það væri sko sem sagt bil á milli málsgreinana það finnst mér voða þægilegt oft svona að hafa þetta bil og kafla svona þessi auð síða þú veist þetta er mismunandi svona þægileg býtum við hérna næsta skáldkona er mætt í Eru við búin að vera núna í klukkutíma? Nei, við vorum nefnilega ekki, við erum ekki búin að vera í klukkutíma sko en nei talaðu tíman sko ég var að vera í klukkutíma hún er bara rétt hún er alveg að verða 3 sko ég get alveg, það er alveg fínt fyrir mig að fara og hleypa Brynju ekki að fara sko við viljum ekki að þessi klukkutími sé búin því að það var nei ég var bara eitthvað útspæli hvort að sko eins og í bókina myndi svona renna dálítið saman tímarnir þannig að sko næsta viðtal myndi svona einhvern veginn renna inn í þetta viðtal og svo myndir þú svona feita út hérna og við myndum halda áfram með hitt viðtalið eða við bara klárum spjalli nú er þetta svona formgerðarvandi sem við þurfum stöndum frammi fyrir Já, þá er það höfundurinn sem ræður Viltu vera lengur? Já, það vil ég sko Það er að því við komumst aðeins og sett inn í stúdíóðu sko, að því upptakan hinn var aðeins lengur Já, þetta var öðrum að kenna Já, ég ekki bara fara og gefa Brynju hann að hún svona fái svona að koma einn ok já, er Brynja þarna? Ég ætla hún er komin ég ætla aðeins að það er endalist að tala um þessa bók Já, gaman En þá er það bara spurning hvar hún á að sitja sko. Vertu velkomin inn í leikstjóri. Hún Já, getur þú sest hérna, Brynja? Þannig að hingað er þá komin Brynja Hjálmsdóttir sem var og Vigdís er með bókina hennar sem er líka nýútkomin og heitir Friðsemd. Sér hana? Já, takk fyrir að koma. Til hamingju með bókina. Takk fyrir. Vorum við búin að óska þér til hamingju með þína? Það var niðri veit ég, en var það... bara takk fyrir og einnig takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma, segir við nú bara. Það er miklar þakkir. Hvað er það svona sem að þá þið eru búin að vera í jólabókaflóðinu? Ég er henni beinir útsendingu. Hústakasti. Æi. Nú vantar þið vasklas. Nei, þetta er allt ykkur. Nei, hún er með ertu ekki með eitthvað? Hún er með kaffi kannski? Já. En því það var kosningabaráttan hérna. Já. Og svo bara eftir kosningar þá eiginlega byrjaði svona, er það ekki jólabókaflóðið?
Jú. Eru þá bara búin að vera alveg á þeysingi allt? Svolítið, já. Já, svolítið. Finnst ykkur þetta að vera nógu tími til þess að kynna bækurnar? Ég var einmitt að fatta að það eru bara 2 vikur eftir. Já, ertu ekki þannig fegin? Já, jú, smá. Já, 2 vikur eftir, það bara alveg mátulegt held ég sko. Ég held að sko, hefðu á tilfinningunni ef að við báðar höfum bara haft alveg mikið að gera sko. Já. Í okkar svona kynningar, kosningabaráttu kannski. Já. Það er svo skemmtilegt að fara inn á vinnustaði og prjónaklúbba og einhverja svona staði sem að bara, er þetta til í Reykjavík? Bara hvar er ég? Einhvern veginn. Og farið í heimahús líka. Ég hef ekki mikið gert af því. En svolítið svona stofnanir og fyrirtæki. Og það er alltaf, það er mjög forvitnilegt sko. Og bara, mér finnst það, ég hef ekki lent í því að það sé afleitt eða leiðilegt eða neitt. Mér finnst það alltaf bara gaman. Ég er sammála, mér finnst það ótrúlega gaman. Og ég hef ekki farið núna í heimahús, en ég man ég hef gert það áður í svona öðrum jólabókaflóðum. Já, mér finnst þetta einstakt. Og eru þið þá svona að lesa bara upp eða finnst ykkur fólk vera forvitið að spyrja ykkur svona út í bækurnar og myndast svona spjall á vinnustöðunum og... Já, mér finnst það vera mjög mismundi. Stundum er þetta svolítið svona inn-út, en stundum er það svona spjall og það er oft skemmtilegra finnst mér. Eða það er svona, já. Það er náttúrulega ekki allir kannski búin að lesa sem komum til að lusta. Einmitt. En stundum er það auðvitað það gaman. Já. En eru þið orðan svona þjálfaðir í að segja, við vorum hérna með Kristínu Ómarsdóttur í spjalli og við vorum eins og með hann í hálfgerðu prófi að hún ætti að segja einmitt hvað bókin væri, sko við vorum eiginlega aðeins að gera grína því hvað er þessi krafa að maður einhvern veginn nái að kjarna eitthvað verk í 4 línum. Það er náttúrulega dálítið mikil áskorun sko. Já, það er eins og það sé nú hægt. Já, það bara er ekki hægt. Þessum er að þau skrifuð. Það er rosa flókið sko. En þú gerði það áðan, þú varst nú að þjálfuð í því sko. Já, ég finn ég þjálfuð í því sko. En í morgun var ég að lesa og þá einhvern veginn byrjaði ég og svo tók ég pásu og sagði ég gleymdi að segja frá þessum þræði eða svona. En já, maður þjálfast í því og náttúrulega mesti höfuverkurinn alltaf að vera að skrifa baksíðu textan. Þannig að eftir það er maður svona smá lent. Já, og gerður það sjálf. Já, ég gerði það sjálf. Frábært. Maður þarf að gera það kannski svona í samstarfi. Mér finnst það ágætt sko. En maður finnst það alltaf kannski smá eins og okkur vörusvik. Þú veist, það sem maður sittur á baksíðuna, maður er þetta, gefur þetta rétta mynd, ég veit það ekki. En auðvitað, bókin hún er heildin, sko, það þarf að reyna í það allt. En já, þegar maður er búin að gera þetta kannski nokkur sinnum, þá getur maður svona reynt allavega að kjarna þetta í nokkrum línum og segja frá því. En þú hefur unnið í bókabúð, já. Er það ekki? Þannig að þú kannski getur aðeins sett því í spór að þetta er dálítil pressa að setja aftan á bók eða segja, kynnabók, þegar einhver spyr hvað er bókin, að reyna þá að segja eitthvað sem til dæmis vekur áhuga og svona, hvað er aftur talað um svona markaðsmáli, er ekki eitthvað svona, er með einhverja krækjur eða þú veist, öngull svona í textanum. Já. Vist það svona ekki alveg augljóst mál svona, hvað er það sem kveikir í lesendum? Eða aðtöða? Já. Lestu. Og ég lesa hvað stendur hérna. Þið heyrið á þessu dömum mínar að ég er nefnilega sko markarsfræðingur svona í hjartanu en ég hef aldrei unnið sem slíkur. Ég kýsa það sé svona minn ofurkraftur sem ég veiti auðvaldin ekki aðgang að. Nota mér einungis til hagsbóta. Þannig að þú skrifaði þennan? Já, okay. Já, svona í samstarfi reyndar. En káputextin er svona, fyrst er það tilvitnun í bókina sjálfa og hún er svona: til að leysa glæpamál með sómasamlegum hætti þarf maður helst að vera einn að verki og umfram allt að treysta innsæinu. Friðsemd hefur alla tíð verið með nefið ofan í erotískum spennusögum sem Fatima, besta vinkonunnar, framleiðir á færibandi. Hennar eigið hversdagslíf er allt annað en spennandi. Þegar besta vinkonan deyr af grunnsamlegu slysförum heldur friðsemd í háskaför og áður nú veit af lífennar orðið ískikilega reyfarakent. Þetta er svokölluð svona krækja. Vá, en þetta er líka mjög spennandi lýsing, verið að segja. Það sem meira er sem er mjög sjaldan með bókafinn aftan á. Þetta er alveg satt. Já. Og svo stendur friðsemd er bráðskemmtileg og óhefbundin spennusaga missi von og vináttu í brothættum heimi. Ég vona sér nokkurn veginn satt. Þetta er nú líka bara mjög góð lýsing. Já.
Já, þetta er mjög góð lýsing. Ég að reyna að finna blaðsíða 83. Mér langar svo að lesa að ef hún þú þarft ekki endilega að fara. Vitu við að spurt líka og svona. Já. Brynja, sækja, getur þú fundið blaðsíða 83? Blaðsíða 83. Er það ekki 83 þar sem er svolítið skemmtileg eins og svona? Jú, það er blaðsíða 83. Jú, það er blaðsíða 83, segir þú. Hérna. Já. Já, svona skáletrað er ekki? Sem skáletrað. Ertu að hugsa bréfið hérna? 80. Já, ég skal lesa þar. Þetta er svona bréf. Það eru svona nokkur svona bréfaskipti í bókinni. Þessi bók er svona útúdúra bók. Það eru bæði svona litlar skáldsögur innan í bókinni og svo eru svona bréf sem eru milli Friðsemdar og Fatimu. Viltu aðeins áður að þú segir þetta því að ég held að við hefum ekkert leiftir að segja það. Segðu aðeins hvað bókin er? Þær. Þær, Svona hlustundum áhörundum sem hafa ekki lesið bókina til dæmis og þótt að káputextin hafi verið mjög góður þá kannski eða myndi bæta ykkur örlítið við. Ég er alveg sammála, ég skal bæta því við. Það er sem sagt, bókin segir frá Friðsemd, aðalpersónunni okkar og hún er bókmyndaþýðandi og prófarkalesari og vinnur við að sem sagt þýða og fara yfir bækur eftir bestu vinkonu sína sem heitir Fatima og er danskur reyfarahöfundur og hún á frekar óspennandi líf en lifir sínu talsett í gegnum þessar bókmyndir sem að svona margir myndi segja væri kannski ekki merkilega bókmyndir en bókmyndir þurfi ekki alltaf að vera merkilegar til þess að geta sagt manni eitthvað eða opinberað eitthvað og en já, þetta eru einhvers konar svona rauðu serjulegar sögur sem að Friðsemd svona lifir í gegnum og í byrjun bókarinnar fær hún þau slæmu tíðindi að Fatima, besta vinkonunnar og höfundurinn hafi sem sagt látist í slysi. Nema, síðan fer hann svolítið að gruna að það séu bróð í tafli mögulega og þessa kenningu byggir hún kannski á þessari svona heimsýn sem er í þessum bókum eða svona. Og það sem þessi bók eftir mig, hún er í raun og veru svona einhvers konar mjög löng leið til þess að lýsa yfir svona ástríðu minni fyrir sögum og þannig að hér kannski kjarnast það svolítið í bréfi sem er sendt frá Fatimu til Friðsemdar og hér er hún að bregðast við gagnrýni sem hún hefur fengið. Hún segir: Elskan, var að berast rýni frá þú veist hverjum. Maðurinn hefur enga sál, hann skilur ekki. Hann hefur ekkert nef fyrir lögmálum skáldskaparins. Hversu oft á ég að þurfa að hlusta á kynkalda menn segja mér að sögurnar mínar séu sorp, að þær séu klysjur, að plottið hangi saman á tilviljunum og persónurnar séu einvíðar erkitýpur. Hvers vegna fólk sækist í að lesa þetta er mér ráðgáta. Mér liggur við að segja hvaða kerling sem á skriffæri og bókasárskort gæti skrifa þetta. Það sem þá krefst hvorki hæfileikan í dúbköfunar, þetta er fullkomlega úr tengslum við veruleikan og segir manni ekkert. Eins og við höfum svo oft rætt, er það svo stór miskilningur að það sé auðvelt að skrifa sögur sem virka. Það er bara bilað erfitt, því lífið er ekki þannig. Lífið virkar ekki. Lífið er ekki snirtilegt. Lífið gengur ekki upp, lífið gerist bara allt í einu, á milli þess sem að ekkert gerist. Svo endar það bara einhvers staðar. Lífið er meira eins og draumur, rökleisa á einhverju óþolandi tempói sem enginn kærir sig í góðri sögu. Þess vegna þarf að búa þær til úr engu og það er bara drullu mikil vinna. Í raunveruleikanum eru sakamál ekki leyst. Þau rata ekki einu sinni á borði yfirvalda. Að sakamál séu leyst er fantasía og fantasía er það sem við þurfum. Svo er það þetta með klysjurnar, að þetta séu klysjur. Halda þessi menn virkilega að ég viti það ekki, að ég viti ekki hvað ég sé að gera. Þetta er bara eins og ég hef margoft sagt Friðsemd, við viljum bara heyra sömu söguna, aftur og aftur. Það voru ekki einhverjir grískir lendaskílu menn með skorpin tippi sem fundu upp skáldskapafræðin. Það voru mömmur okkar, það voru ömmur okkar sem svæfðu okkur með sögum. Af öllu hjarta, Fatima. Kekja. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta. Þetta er mjög flott bréf þarna frá milli þessara tveggja aðal persóna.
og ansi flott. Við ætlum ekki verið með dóma sem við erum ekki bara við neina. Hún fyrir tilbaka hvað þetta flott. Já, það er að gera of mikið úr því. Nei, en allavega þá er mjög sterkt sambandið við hina látnu. Já. Og það kannski virkilega færist maður upp á sko að fara, sem óvænt að vera með ykkur hlið við hlið, að það náttúrulega fjarvera móðurinnar dálítið svona dálítið nálag í þínu texta og náttúrulega í þínu bók fjarvera vinkonunnar mjög alltumlíkjandi eiginlega svona. Sannarlega, já, algjörlega. Það og maður heldur svona fram eftir bókinni að þessi vinkona sé fullkomin. Af því hennar svo sárt saknar. En hún það? Nei, sko, svo þetta nákvæmlega því að hún fjallar líka bókin kannski svolítið svona stig sorgarinnar, svona mörg umtöluðu stig sorgarinnar. Það fyrst þá afneitun og svo reiði og svo eitthvað svona og þessi skref svona eins og maður kannski sjálfur þegar maður hefur verið í sorgarferlinu þá koma þau ekkert endilega í þessari röð sem svona eru oft talin upp, heldur koma þau sko í einhvers konar röð og svo koma þau aftur en við byrjum svolítið í svona hreinni sorg og þar eru náttúrulega gallar þess sem maður missir, þeir eru ekki þeir eru bara grafnir og gleymdir. En svo kannski þegar maður svona færi staðins áfram í ferlinu og þá kemur ýmislegt í ljós eða svona. Þannig að en þetta byrjar kannski í eitthvað svona bara svona afneitun eða þunglindi eða hvað það og fer síðan kannski svona í að verður eitthvað svona hreyfiafl þessi sorg og missir Svo kemur það sem sagt fram að þessi fullkomna kona sem átti þetta skrifaði þessar yndislegu bækur sem að þú lýsir þarna og á svona sterkt og gott kynlíf með þeim sem henni sýnist í þessum bókum sko og lýsingarnar eru mjög skemmtilegar og skröðlegar. Þarna hún ekki fullkomna þá hún nennir ekki sturtu. Nei, þetta svona ýmsir hlutir sko. Hún svona hún svona værukær, hún ekki mjög svona vandvirkendilega og hún svona og hún hlustar ekki alltaf vel. Hún svona mætti stundum veita öðrum í kringu sig meiri athygli. Finnst okkur kannski. En þetta ekki vænt sko friðsemd. Já, sannarlega. Hún þarf á henni að halda. Það svona og friðsemd heldur hann tíma að sé nú þess vegna sem hún vinkonunnar því að henni finnst hún sjálfur sig svo leiðinleg. Já. Þetta raun og veru, ef maður náttúrulega, hér látum við bara allt flakka, það ekki? Jú, algjörlega. Og líka það sem gerist bak við tjöldin í skriftaferlinu, að ég var búin að gleyma þessu, þannig til ég tek bara að koma frekar nýverið og ég ætlaði, þegar ég byrjaði að skrifa bókina, sem alveg langt síðan, maður lengi að þessu, og þá ætlaði ég eiginlega að skrifa bókina Fatímu, hún væri aðalpersonan. Og hún væri svona þessi svona glæsilega spennandi manneskja og svo uppgötaði ég að það svo þreytandi að fylgja þannig aðalpersonu. Eða svona það miklu, þannig að þá var ég eitthvað svona, það hlýtur að vera einhver annar sem svona eitthvað svona horfir upp á þessa mannskju eða svona og þá kom einhvern veginn þá kom sagan sem var rétta sagan sko eða svona, það sjónarhornið þá komið. Já, sjónarhornið, akkurat. Og það enn mjög spennandi aðferð þegar það að fara pínulegt að renna svona saman sögurnar sko þú veist sögurnar sem hún skrifar hún Fatíma og lífið hennar þú veist friðsemdar þetta allt í hennu fyrir þetta bara það er bara ein lína, á milli og þetta trublar ekki neitt sko. Þetta rétt. Ég myndi segja að þetta er rétt, ég svo upp með mér allavega það er svona á að vera svoleiðis eða það á að vera það boðið upp á það að sjá þetta sko. Þannig að En það ekki eitt kannski af því sem þú ert að gera þá svona skáldskaparlega séð eða þannig skáldskaparlistarlega séð eða hvað heitir svona það eru nokkrar mismunandi raddir í þessari Fatímu
og friðsemd á sér líka fleiri en eina rödd kannski og svo eru aðra raddir þarna einhvern veginn og svo renna þetta alltaf saman. Það á svolítið að vera þannig, er það ekki? Já, það á að vera svona svolítið að því að ég held svona, mér finnst það oft svo spennandi einhvern veginn að svona reyna aðeins á mörk svo veruleikan, svo með þessi bók gerist í svona ekki alveg okkar veruleika, hún gerist í kannski einhvers konar framtíð eða einhvers konar svona öðruvísi svona öðruvísi hliðar veruleika, þannig að maður alltaf samt í raun og veru frekar svipað því að við sjáum bara í kringum okkur en að því að mér finnst einmitt svona, þú veist, í okkar venjulega lífi gerast ótrúlega ævintýralegir hlutir og við búum í mjög ævintýralegum veruleika bara einmitt, einhvers staðar stríð, annars staðar friður og sumir eiga allt og mikið og aðrir eiga ekki neitt og það eru til einhvern veginn dýr sem búa, þú veist, 2000 kilometrar niður í sjónum, eða þú veist, það eru svona alls konar hlutir sem eru svona, við svona, tökum þessu gefninu sem einhvers konar veruleiki, en það þarf oft ekki að skrúfa mjög mikið til eða frá að það sé einhvern veginn yfir raunverulegt eða ekki, sko. Þannig að eða einhvers konar fantasía eða saga, þannig að þá er ég einhvern veginn svona að svona færa til mörkin og þannig að, já, ég veit ekki, ef að fólk vil hafa fætuna alveg kyrfilega niður á jörðinni, þá er þetta kannski ekki alveg bók fyrir það, en ég vil samt halda því fram að bókin sé ekki mjög óraunsæ. Nei, hún er ekki óraunsæ. Nei, hún er bara mjög... Bara eins og ef maður er með kannski kort, mér dettur þetta kannski er þetta ömuleg eitthvað myndlíking, þegar voru að tala bara, það er svona kort, þú veist, ef maður reyna átt að sjá hvað maður er stattur og ef maður er til dæmis viltur, að þá kemur þessi punktur í þessum leitarforritum, sko. Þar sem þú ert. Já, þarna ert þú svona og það var allavega í þessum gömlu leitaforritum, mér finnst það svo óhjálplega ofta því að þú veist, maður var að labba en punkturinn var samt einhvern veginn annar staðar sko og það náði ekki alveg saman og svo prófaði maður að labba að vita hvort að punkturinn einhvern veginn færi inn á þessa línu og ég hugsa með þína bók það er svona að því maður hugsa hvar er þessi svona tilfinning fyrir jeginu eða svona hver er sögupersóna eða hvar nær maður einhvern veginn að samsama sig og einhvern veginn hvar á maður svona heima inn í bókinni þarna á maður dálítið heima eða svona punkturinn lesandan svona finnst mér dálítið, hann er dálítið á milli sko, hann er ekkert bara í einni persónu eða annari, hann er svolítið skemmtilega svona getur það ekki verið, það, mér finnst það ekki vera galli, mér finnst það einmitt vera svo jákvætt, af því að hann er bara til dæmis líka einhvers staðar bara í sorgarferlinu og inn í einhverjum alls konar línulegum kerfum sko, sem að maður ræður ekkert við. Þetta er líka svona algjörlega, þetta er líka kannski bara svona dæmigert svona fyrstu skáldsögu, svona maður er með rosa margt sem að maður vill afgreiða og þá svona einhvern veginn, þá er maður að þjappa og fara stáltið á milli úr einu í annað og svona og líka sjálf bara, þetta er bara sem maður er líka svona alltaf að skrifa fyrir sjálfa sig, ég hrífst svolítið að svona útidúrum og svona það sé svona klift fram og tilbaka og skiptum og... Þetta myndar allt og líka þig hjá þér, Eva, að þú veist, þetta myndar allt heilt sem maður skilur, bara maður fyrir misjafna eins og þú segir, misjafna leiða þessari heild, en hún kemur og hún er þarna og hún er góð, hún er skemmtileg og hún er fyndin og hún er fjarstæðukent, allt eftir hvar punkturinn er á kortinu sko, eins og Þórunn Valdimarsdóttir segir, hún segir sko rauði punkturinn er alltaf það sem þú ert. Þannig er alltaf það sem þú ert, já, sannarlega. Þetta er líka einmitt svona, já, akkurat, fjallar líka svolítið einmitt hvað, þú veist, þegar við erum andspænis sko stóra missinum eða stórum spurningunum bara, hvernig á ég halda áfram að lifa ef ég á ekkert eftir eða eitthvað svona og þá leita maður í bara reynir að hugga sjálfan sig og þá svona er það líka oft eitthvað svona sem maður leitar oft í, það er listinn, það eru sögurnar, skáldskapurinn, ljóðlistin og líka kannski vonandi allavega eitthvað svona samskipti við annað fólk og eða einmitt bara í efnið sitt náttúrulega, ef maður tæklar hlutina ekki heilbrigðum hætti, svona svolítið eins og í bókinu þinni eða svona hvernig maður reynir að sefa sig einhvern veginn. En er það ekki aðeins of svona kvenlega hógvært að segja
þessi svona margrata effekt sem mér er mjög svona jákvæður og flottur í bókinu, að það sé að því að þú sért svona, þetta sé þín fyrsta bók og Nei, sannarlega, ég held að það bara, þú mátt endilega draga mig endilega Skamma mig fyrir þetta. En ég bara hugsa líka á því að þú lýsir Þórður, vinkona mín Margrét Blöndal, hún er sko myndlistakona, hún var að kenna nemendum sínum að þau þurftu kannski bara meðtaka til dæmis eins og fyrirlestra eins og veður sko, þú veist, að sleppa dálítið takin á því sko, nákvæmlega með þessi varðaða leið þarna, heldur bara einhvern veginn taka þetta svona, láta dynja á sér sko. Það er það sem að mér finnst einhvern veginn, maður ekki hafa áhyggjur hvar maður þú veist, og hvar frásögnan heldur, maður bara einhvern veginn í einhverjum svona mörgum sögum sko, og maður verður kannski pínlítið sér lesandi að sleppa tækinu sko, finnst mér. Já. Þú áriðin alltaf að gera það í hvert einasta skipti sem að les bók, að ganga inn í hennar heim og það er ekkert vandamál, maður þarf enga sérstaka hækju eða hækjur. Ef maður, sko, ég held að svona bóka svo þessi sko, hún gengur fyrir mig sem að þarf enga sérstaka hækju, hún gengur líka fyrir þig sem þarf enga sérstaka hækju, hún gengur fyrir fólk sem hefur ánægja af bókum og líka þín. Þetta er ekki gagnrýni. En heldur þú myndi ekki ég hugsa svo samt myndi ganga líka fyrir það sem þurfa svolítið hækjur. Já, en það er hægt að rata, sko, það er alveg komið. Það eru alveg hjálp og þú þarna með ártölin og svona, það er ýmislegt sem líka svona, það hjálpa manni svona, þetta er alls ekki bara einhver svona óræður, einhver... Ég vandaði mig alveg að gera þetta og vildi alveg hafa þetta svona, sko, og mér fannst ég var kannski frekar að hugsa mig svo, mér fannst alltaf forvæntilegt að ég fór á okkur svona á höfundakvöldudaginn með Jóni Kalman Stefánsinni og hann var að tala að hann hefði verið svo lánsamur og hann hefði aldrei skrifað bókina sem hann ætlaði að skrifa og nema kannski einu sinni og þá hafa hún ekki verið góð eða eitthvað svoleiðis og að það er líka það kannski, þú veist að að sögurnar kannski bara einmitt eins og lífið eða eitthvað, þau fara náttúrulega með mann eitthvað sem að maður kannski hélt ekkert endilega maður myndi fara þangað, en það er í samt yfirleitt kannski rétti staðurinn eða svona og algjörlega, nei, en ég vildi hafa þetta svolítið mikið rússíbana líka. Það átti að vera bara svolítið skemmtilegt og spennandi og Þú ætlaðir að skrifa þessa bók? Ég ætlaði að skrifa þessa bók, hún átti að vera svona. Jú, en þú ert líka svona svolítið þú ert að segja inn í bókinni eins og textarinn þú last á þann að þetta er ekki að vera þetta er ekki að vera svona hefðbundin spennusaga eða hefðbundin bók. Þú ert svolítið að ekki gefa skíti en dálítið að stríða. Já. Trilla pínlítið. Trill og stríða, algjörlega. Ég hef nefnilega einmitt, en þú veist, ég held að það leynir sér ekkert í bókinu, menn ég hef mikinn smekk fyrir svona einmitt, svona dálítið svona einhverju svona sóðaskap, lélum, bíómyndum og svona einhverju sem að svona er það slæmt að það verði gott eða eitthvað svoleið sko og eitthvað sem fyrir hringinn. Ég hef alltaf fengið mikið út úr því að það er einhver svona oft svona, þú veist, eitthvað svona eins og það sem kallað er í bíóinu kallað exploitation, hefur verið þýtt sem brask bíómyndir eða eitthvað á íslensku að þær eru gerðar og líka samskonar bókmyndir eru gerðar til þess að höfða til okkar svona lægstu hvata, eitthvað svona kynferðisins eða einmitt eitthvað svona spennu losunar í gegnum morð og glæpi og hrylling og viðbjóð eða eitthvað svona. En þar sko verður oft svona sönn einlægni sko, af því að það er einhvern veginn enginn að reyna að gera neitt annað en bara svona að toga í spotta og þá verður oft til eitthvað svona fegur stundum án þess að það sé endilega meiningin. Finnst mér allavega. En er þessi svona bókmenntaheimur, íslenski segjum núna, sem þið kynnist í jólabókaflóðinu og bara í ykkar lífi, er hann svona, er mikil samræða fyrst ykkur, eru þið að skrifa inn í, eða skrifar þú þessa bók svona inn í íslenska bókmyndir eða eins og þú vísar öllum í útlendar bíómyndir, sko, hvar staðsetur þig í svona því samhengi? Já, sko þegar maður er að skrifa þá ég held að það sé allavega ekkert mjög hollt að vera svona alveg inn í viðtökum bókarinnar eða einmitt hvar hún lendir eða eitthvað svona, en þú veist já, mér finnst ég alveg vera svona íslensku rithöfundur í einhvers konar samtali við aðra íslenska rithöfunda, en kannski ekkert rosalega svona
ég veit ekki hversu meðvitað það er. Ég myndi samt ekki svona vera eitthvað, nei, ég er ekkert í, nei, ég er bara ég. Ég ætla að spura eitthvað hræðilega erfiðra spurningar, svona, hvað finnst ykkur íslenskar bókmenntir í dag, svona? Eða þú veist, hvernig má orða spurninguna, svona, íslenskan bókmenntaheim eða bara útgáfuheim eða eitthvað svoleiðis. Þetta of stór spurning? Það er ekki annað þátt í þetta. Hvað segir þú? Já, ég meina, það er gaman að fylgjast með þessu, þetta nú ekkert breyst mikið. Nei, ég meina þú hefur náttúrulega lifað tíminn tvenna. Já, ég hef lifað tíminn. Ekkert svona einhver, ég veit ekki. Það er allstaðar í hópum eru klíkur, það ekki? Jú. Ekki gott að enda þáttinn á þessu? Já, ég myndi alltaf að segja, þú veist, það er margt spennandi að gerast, þú veist, stundum þarf bara að kafa svolítið onni í, þú veist, svona jaðar, þú veist, svona, en jú, mér finnst margt spennandi í gangi miðað við hvar við erum stödd og ég held að mjög margir séu einmitt bæði að lesa, þú veist, maður er einmitt alltaf höfundur á Íslandi en mjög margir eru mörg okkar er að lesa bara mjög þú veist, bara alls konar hluti og taka hluti alls konar, þannig að mér finnst alveg vera svolítið svona sprúðul. Já, það er alltaf talað að í ljóðaheiminum er búið að vera rosa mikil svona gróska og svo er svo mikið af nýjum höfundum sem var líka komið úr ritlistinni og bara alls konar og eldri höfundar líka, það er svona til aukning. Já, það er voða mikið gerjun í þessu. Já, það ég meina við, þú veist, og alls konar fullt af höfundum sem er verið að þýða, þú veist, og gefa út og hérna. Maður finnur það alveg, það er samt líka alveg átak að það þarf alveg að rækta sko svona heilbrigt umhverfi og heilbrigt atvinnu umhverfi og líka bara svona bókmenntalíf með því að bara einmitt bæði sko rækta garðinn og síðan sko styrkja nýliðun. Ég meina við erum náttúrulega báðar nýliðar þó með mér finnst Eva vera rosalega mikill reynslubolti og bara búin að vera að gera hlutina vel lengi. En þá er þú veist, það er mikilvægt að það sé svona það sé allt fái jafnvægi en þú veist, já, ég meina auðvitað má alveg, það er ýmislegt sem maður gaggrínir auðvitað, en á sama tíma þá held ég að við getum alveg verið ánað með margt líka. Það er gaman að vera rithöfundur í Íslandi, mér finnst það gaman sko. Já, en það kemur nú kannski aðeins fram í bókinu, ekki svona starfsumhverfi eða bara þessi óöryggistilfinning. Hún ákveður það náttúrulega Fatíma, hvað ætlar hún að gera við allar sínar eigur þegar hún deyr? Já, segðu okkur. Fatíma, hún á ekki nýtur ekki beint svona verndar sinna fjölskyldu og hún ætlar að nota auðæfi sín til þess að styrkja við nýliða á ritvellinum þegar hún fellur frá að því að hún hefur svona áskotnað svolítið að peningum í sínu lífi og hún ætlar að nota þetta góður að verka. Það þarf þetta er svona einhver þarna úti ef hann heyrir þá einhverju velgjörðamenn. Við þurfum velgjörðamenn. Hvetjum fólk til að taka Fatímu sér til fyrirmyndar. Sannarlega. Og haldið þið verið ekki sko kallaði til að ræða með þessar bækur áfram svona og kannski í samhengi annara bóka sem eru að koma út núna jólin? Er það ekki eitthvað sem væri svona áhugavert fyrir höfunda að pæla í? Það væri tekið til bara bækur sem eru að koma út núna, nýjar bækur og myndið vera til í svoleiðis samræðu eða? Já, maður er alltaf til í það sko, sannarlega. Og maður náttúrulega lendir í því svona, náttúrulega kannski mikið í jólabókaflóðinu þegar öll svona sjónum er beint að bókum svona þessar nokkrar vikur á ári að þá er maður ekkert neginn alltaf að tala um bækur og lenda í einhverju svona óvæntu samhengi kannski í einhverjum, það er bókasafnskvöld á Seltjarnarnesi og það er eitthvað svona og þú ert allt í einu svona einhvern veginn komin í alls konar samhengi en ég get samt alveg játa það er samt líka þú veist auðvitað svona hægist eftir að þetta er búið. Já, mér finnst alltaf gaman að lenda, við höfum verið að lesa saman og svona og svo hef ég farið einu í viðtöl og þú einu í viðtöl og allir farið einir í viðtöl en mjög sjaldan svona en ég er sko ekki búin með bókina en ég byrjuð en mér langaði að segja bara svo gaman að heyra tala um hana, mér finnst svo fallegt eitthvað
þú veist, umfjöllunarefni, þú veist, framtíðarsaga og þetta eins og talar þessi hérna fagurfræði, bíómynda og svona og spennusaga og svo sorgarferli. Þú veist, þetta eitthvað svo ógeðslega gott hérna, góða núans, einhvern veginn, svo juicy. Já, takk fyrir. Ég er eiginlega alveg búið með eldri konur. Ég á bara svona 10 blaðsjur eftir. Við erum mjög uppteknar. Á ég að segja ykkur en ég er rosalega hrifin. Ég vissi að ég er hrifin. Það er svo gott þegar maður er eitthvað, ég verð hrifin að þessari bók og það er staðfest. En veistu hvað tilviljunarkennt, hvað samhengi bækur lenda samt í svona jólabókaflóði, þannig ekki eins og sé neitt eitthvað skipuleggja sko, sumir það náttúrulega lenda höfundalendi því að hvað kallast það bara botfalla eða sem sagt bara fá enga athygli, sumir sem eru kannski bara búin að skrifa sér bestu verk og þá hvernig bara hittir það þannig á og að því að kannski káputekstin var svo missefnaður eða eitthvað svo leiði sko. Já, eða þá, svo er þetta náttúrulega það sem kemur inn í þetta, það er á þessum tíma kemur einhvern veginn allt. Þessar tilnefningar útgefenda, velun, útgefendavelunin, íslensku bókmenntavelunin, tilnefningar til þeirra, það er alltaf svona og svo fjöruvelunin, það kemur alltaf sama tíma og svo dettur allt niður eftir það og við bara látum það ekki gerast núna. Nei, við látum það ekki gerast. Nei, það er mjög gott að halda svona lífi í þessu, þú veist að ég vann svo lengi í bókabúð líka og ég er alveg sammála því að þetta er ofta alltaf svona tilviljunum háð í raun og veru, hvað gerist, hvað nákvæmlega gerist, hvað verður einhvern veginn ofan á. Það getur bara verið einhvern veginn einn dómur eða ein ljósmynd í blaði eða hvað, þú veist, það er svona stundum bara algjörlega svona hálf tilviljunarkenndir hlutir eða náttúrulega sko eitthvað sem maður líka hefur ekki endilega stjórn á, bara eitthvað sem gerist svona í fréttum, í heimsmálunum eða í, þú veist, eða náttúruhamfarir eða eitthvað svona sem geta allt í einu gert einhverja bók talsveit meira viðeigandi heldur en aðra eða svona. Þannig að maður svona veit aldrei nákvæmlega hvernig þetta stýrist, en maður má samt alveg svona, ef maður lítur alveg á stóru myndina þá held ég að við njótum öll sem erum skrifandi góðs að því að svona eiga sviðið í dálítinn tíma að því að þú veist, þá er bara aðeins meiri áhugi á bókum yfir höfuð og einhvern veginn að bara svona bókum yfir höfuð sér lyft á einu bretti, þá svona nýtum maður alveg góðs að því, en á sama skapi þá er þetta stundum, finnst manni svona þú veist, bara svona fyrir ekoi, það verður alveg viðkvæmt og maður stundum í einhverju svona gripasýningu, eitthvað svona 10 bókadómar á einni opnu og maður bara Já, alltaf mjög óþægilega eiginlega staða svolítið og einhvern tíma var hún þannig að sko kom út 2 þýðingar á sama verki held ég, eitt árið og þá var náttúrulega bara því það er ekki eins og sé eitthvað miðstýrt hvað er að koma út sko. Nei. Já, var það? Já, eða allavega áttar að koma, kannski kom önnur þeirra og kannski var hún dreigð til baka sko og ég ætla ekki að segja eitthvað að bóka því ég hugsa að þetta sé eitthvað kannski ónákvæm minning. En var það nokkuð Jörundur 100 dagakonungur? Nei, ok. Það kom nefnilega 2 hann. 2 hann, já, stundum leikur einmitt. Já, þýðing og hérna eftir Ragnar Arnalds. Hugsið ykkur, þegar það er svona tíðarandinn líka. Þetta bara, nú vilja allir Jörund. Tískusveiflur og tíðarandi og þetta er eitthvað svo dularfullt. En þetta sem þú ert að tala með þessar B-myndir, ég held að það hitti mjög vel í mark. Þegar hún er að segja sögurnar hennar sem svo renna saman eiginlega í lokin í svona mikla fantasíu. Ég held það. Því að fólk elskar B-myndir. Þú ert ekki einum það, sko. Fólk er líka rosalega læst á formið og þekkir formið aldrei vel, sko. Út og inn, held ég. Og þeir sem fá bókina í jólapakka sem verða margir, ég vona það að takið eftir sambandi húsvarðarins. Já. Og allt í kringu það, þetta er ekki nema svona 20 línur, 15 línur, takkið eftir þessu, þið elski B-myndir og það kemur þarna. Ég var byggðið að lesa aðeins, lesa einhvern kapla, ekki þann kapla, nei, það er ekki endilega. Viltu lesa svona undir lokin smá kapla bara eitthvað svona krassandi svona úr bókunum. Úr bókunum sem að hún þá missir vinnuna, þau missir ekki bara vináttuna. Nei, hún missir bara allt á einu bretti. Einu manneskina sem hún er raunverulega tengd, heldur missir hún vinnuna. Hún fær engan arf.
hún þarf að fara annað að vinna, þá kemur ferðasagan, sko. Akkurat, sko. Það er gul, hérna, stríin gulur þarna. Já, hún svona gul. Þetta er fyrir svona, einmitt, hérna, fyrir ósmekklegheitin, sko. Það gulur segir það. Er það? Er gulur svo fallegur? Nei, hann er rosa fallegur. En þetta svona, einmitt, við vorum að hugsa, ég og hönnuðurinn minn sem að ég er mjög... Hver er hönnuðurinn? Hún er æðisleg, hún heitir Elín Mæjagren og er sænsk, hún er svíi bara og býr í Svíþjóð og hérna, og þannig að hún var ekki búin að lesa bókina, þannig að við þurftum að eiga bara svona mjög góðu samtali efnið og vildum svona dálítið að hún væri svona bæði cool og pínulítið hallarsleg og mér fannst þetta heppnast hrikalega vel hjá henni. Og hérna, getur þú lyft henni svona ef hún skal sína bókina? Hér er bókin og hér er hún sem sagt hérna innan í alveg gul, hérna opna nú og svona hérna, sko. Verulega huggulega gert. Herðu, ég þarf að velja, það þarf að vera vel valinn. Ég held að ég fari bara að velja hérna aðeins með húsvörðin, sko. Það held ég sé alveg mátulega. Bara stuttlega hérna. Já. Ástsælasta aukapersonan í bókunum advokat Larsen, það er sem sagt aðalhetjan, hún er einhvers konar Stella Blómkvist eða einhver svona ofur lögmaður. Já, hann skrifa bóka ári, sko. Já. Og hérna, ástsælasta aukapersonan í bókunum advokat Larsen var húsvörður. Hann hétt Søren Kierkegaard og var húsvörðurinn á lögreglustöðinni. Hann hitti Simone Pyllenguak Larsen gjarnan þegar hún þurfti að sinna erindum á stöðinni. Stundum fann hann meira sér lykilina því að leysa erfið mál, jafnvel án þess að átta sig á því sjálfur. Gátan átti það til að leysast í samtölum þeirra í húsvarðakitru Sörens yfir volgum bolla af mjólkurtei. Fjóruða sagan advokat Larsen, þetta röði Grand Prix eða stóri blóðugi vinningurinn, markaði strömmkvörf í sambandi Simone Pyllenguak Larsen og Sörens. Advokat Larsen er einu sinni sem ofta ráðinn sem ráðgjafi til að tækla afar krefjandi og andstyggilegt mál. Það gerist gjarnan þegar lögreglan siglir í strand í erfiðum málum að hún fær hana til liðs við sig. Þrátt fyrir ótrúlega rannsóknar hæfileika hennar gengur ferlið brösulega og kvöld eitt er advokat Larsen stödd á stöðinni, bálreið yfir að finna ekki skjöl sem að tengjast málsrannsókninni. Þar sem hún riksar gólfið og reytir hár sitt gengur Søren, húsvörðurinn, dagfarsprúði, í flasið á henni og eins og venjulega býður henni te með mjólk. Advokat Larsen harneitar og hreytir í hann svívirðingum, segir að hún hafi aldrei verið hrifin af mjólkurtei, hafi bara þrælaði í sig fyrir kurteissakir og biður hann að hella þessu eitur brasi sín hon í kalda gröf. Søren lætur þetta ekki á sig fá. Hann hefur séð það svartara í svívirðingadeildinni. Þú ert í uppnámi, kæra fröken Larsen. Hvað bjátar á? Spyr hann. Æ, þú myndir ekki skilja það, Søren. Þú ert bara húsvörður. Vissulega er ég einungis óbreyttur húsvörður, en ég skil nú ýmislegt. Segja mætti að ég leyndi á mér. Fáðu nú sæti inn á skrifstofunni minni og segðu mér frá. Søren leiðir hana inn í litlu húsvarðakitruna sína þar sem Simone Pyllenguak fær sér sæti á bekk og tekur til við að rekja raunir sínar. Hún segir honum frá öllum smáatriðum flókna morðmálsins sem hún er að vinna í. Sá myrti er Theodor von Schwarzwald, fremsti badmintonleikari Danmerkur. Hún segir Søren frá öllu veseninu sem hún hefur þurft að glíma við frá því hún tók málið að sér. Frá spillingunni innan badmintonsambandsins, frá spægipilsonum sem stípluðu frárensis ragnindar hjá fórnalambinu, undarlegum limlestingum á líkinu og svo framvegis. Ég botna ekkert í þessu Søren. Ég er algjörlega ráðþrota, segir advokat Larsen og dæsir svo brjóstin dúa fallega undir skyrtunni. Svarið kemur til þín innan skams, kæra fröken Larsen. Það er í vissum. Þú ert svo ráðagóð. Kallaðu mig Simone Pyllenguak. Gott og vel, fröken Simone Pyllenguak, segir Søren og glottir út í annað. Þú ert sannkallaður herramaður. Þakkaði fyrir. En ertu alvöru karlmaður, spyr advokat Larsen og vætir varirnar. Kannski en ég hveti lesendur til að lesa sem stáfram. Já, þetta er svona, það er náttúrulega, það er mikil trú á því að segja sögur þarna, sem maður finnur í þessum báðum bókum og kannski smá 1999 blær, er ekki? Já. Hvort að ég þarf að fara að kynna mér hérna hvað gerist 1999 og hérna þurfum að pæla í næst hver voru við, hvort það er svolítið þannig núna 1999 í dag í bókmyndunum, en við verðum bara held ég að hætta núna og
og taka upp þráðan seinna tvær góðar skáldkonur sem komu til okkar Vigdísar. Það nú Brynja Hjálmsdóttir og Eva Rún Snorradóttir og og svolítið eins og sögurnar renna saman sko í ykkar bókum, þá runnu þessi viðtöl fallega saman og mynduðu samræðu svona milli skáldkvennana sem okkur finnst vera dálítið eftirsóknarverð og við bara vonum að hlustendum og áhorfendum þykji líka slík samræða vera eftirsóknarverð því við ætlum að halda áfram á næstunni við Vigdís, þökkum fyrir okkar í dag og rauðaborðið heldur áfram þannig að ekki fara langt, það eru frímínútur og svo höldum við áfram að ræða samtíman og alla tímana. Takk. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.